Góðan daginn. Takk fyrir að bjóða mér hingað til Akraness. Mér finnst alltaf gaman að koma hingað. Hér áttu afi minn og amma og móðir mín og sískin hennar góð ár. Og við erum svona frá Akranesi, við fjölskyldan. Það bara þannig. En ég fæ sem sagt tækifæri til að segja ykkur frá alveg ótrúlega skemmtilegu verkefni, mjög skemmtilegur vinnu. Þar sem að við erum að horfa fram á veginn. Og það sjaldan sem að maður gefur sér tíma til þess og það sjaldan sem að bara maður fær fólk til þess að gera það. Að lyfta sér aðeins upp yfir svona átök dagsins í dag og horfa langt fram á veginn. Horfa til stefnumótunar í svona 10, 15, 20 ár fram í tíman. Og það svona kannski ekki alveg okkur tamt, okkur Íslendingum eða kannski fleirum. En ég ætla að segja ykkur sem sagt frá samráðsvettvangi aukna hagsæld á Íslandi. Já, einmitt, og ég fór að líta hérna sem takka og þá ætla ég bara hingað, ekki satt? Bara örstutt hvað samráðsvettvangur, ég veit ekki hvort það hefur heyrt hann, en þetta sem sagt vettvangur stjórnmálamanna og viðskiptalífs, launþegasamtaka, aðila atvinnulífsins og fræðasamfélagsins sem að safna saman á einn stað til þess að ræða hlutina, ræða hagvaxtaráætlun til langs tíma. Og það alveg á hreinu í þessum hópi, það eru fólk með ólíkar skoðanir og ólíkan bakgrunn og ekki síst með ólíkan hópa bak við sig sem að þau vera að standa skil sinna orða. En þannig að við vitum það að það hægt að vera ósammála ýmislegt, en það líka hægt að vera sammála annað. Þannig að það í rauninni það sem að þetta gengur út á að hvað getum við verið sammála sem að kemur þá Íslandi til góða, sem að þá með í að móta þessa stefnu til langtíma. Það var þannig að við fórum á stað með þetta í byrjun ársins og það var verkefnisstjórn sérstök sem að henni var fengið að móta tillögur. Við ætla að fara þá aðeins yfir í næstu mynd að þið sjáið þá, þetta svona dálítið flókið, en í efsta kassanum er þessi samráðsvettvangur, þetta eru 27 einstaklingar sem eru þarna sem einstaklingar en auðvitað þarna fólk með stór samtök á bakvið sig eða fyrirtæki eða annað. En ég og Katrín Olga Jóhannesdóttir, við leiðum þetta og síðan var það þessi, ég sáu þarna í bláleitu eða gráu kössunum, það var sem sagt sjálfstæð verkefnisstjórn undir forystu Friðriks Más Baldurssonar sem að hefur nú lokið störfum. Hún sem sagt vann ýmsar tillögur til það svona hagvaxtartillög, hvernig væri hægt að auka hagvöxt á Íslandi og þessar tillögur voru lagðar fram í maí og til umræðu í samráðsvettvangnum. En úr því var reyndar mjög mikill hvellur af því að það allt mjög opið þarna í samráðsvettvangnum, það að segja allt sem sagt þarna inn í trúnaði en öll gögn sem lögð fyrir samráðsvettvanginn fara beint á neti. Þannig að mér fannst þetta eins og að setja bara fullan kassa flugeldum inn í eitt herbyggi og kveikið öllum í einu. Við erum ekki með neitt svona PR-fyrirtæki eða neitt svoleiðis, en þetta var alveg, maður var alveg að verða gráhærður þarna á tímabili sko. En úr þessu var, ég veit ekki hvort þið muni eftir, það var svona umræða styttingu, náms og fækkun rekstrareininga þegar kemur skólinn og svona sumt mjög svona umdeilanlegt eða svona sem að vekur umræður og annað sem að þótti kannski meira sjálfsagt. Síðan var þarna stuðningur frá ýmsum svona stofnunum og opinberum aðilum og fræðasamfélögum og fyrirtækjum. Og þetta var í rauninni, þetta voru svona 70-80 manns þegar mest lér, samráðsvettvangur, verkefnisstjórn og þessum komið að. Og þetta var í rauninni svona sjálfboða vinna, það að segja að opinberar stofnanir gáfu vinnu sinna starfskrafta og sama gilti fyrirtækin. Þannig að fyrirtækin lögðu sitt af mörkum þannig. Nú, það sem var í rauninni kveikjan að þessu, það sem spurði ykkur örugglega hvernig var þetta hægt að fá allt þetta fólk til þess að fallast á það að vera saman í herbergi og ræða þessa hluti. Það var ekki síst því að þakka að McKinsey ráðgjafafyrirtækið gaf út skýrslu fyrir rúma ári síðan það hvernig auka mætti hagvöxt á Íslandi, hvaða tækifæri væri til staðar. Og það sem var unnið síðan í verkefnisstjórninni fyrir samráðsvettvanginn, það voru í rauninni bara alltaf verið að vinna áfram með þá skýrslu, verið að vinna áfram með þær upplýsingar sem þar komu fram og litið á þau tækifæri sem við hefðum á Íslandi. Hagstæða aldurssamsetningu, tækifæri til þess að auka framleiðni,
hátt tæknistig, góðir innviðir, nýting auðlinda, hægt að bæta það. Það er hægt að gera opinbera þjónustu skilvirkari og það eru sterk tækifæri gagnvart vaxtarsvæðum. Við eigum sem sagt tækifæri, við eigum möguleika til þess að gera betur og í raun og veru má segja, við erum rosalega duglega, við vinnum mikið, en ekki þannig sem að það kemur að við getum aukið framleiðina að það séu bara, já, Ísland líka bara alltaf í kaffipásu. Það er ekki þannig, við vinnum rosalega mikið. Við bætum upp fyrir það að við erum fá með því að vinna mjög mikið. Og við erum örugglega að gera margar hluti rétt, en spurningin erum við að gera réttu hlutina? Erum við að fá það út úr því sem við erum að puða og strita? Erum við að fá nógu mikið út úr því? Og svarið er eiginlega nei, við fáum mikið út úr því en við getum gert betur. Og við getum aukið framleiðina á ýmsum sviðum. Það var svona niðurstaðan sem að kom út úr þessari greiningu verkefnisstjórnar og það er það sem samráðsvettvangurinn er að vinna með. Og auðvitað er það þannig að á Íslandi þá er erfitt að segja jú, við eigum tækifæri, jú, við erum, getum gert miklu betur og jú, bætt lífskjörin. En trúið fólk því, það er náttúrulega áskorunin. Getum við talað þetta á þess að fá svona einhvern tremma? Getum við talað það að við ætlum að auka hagvöxt án þess að fara svolítið að titra og hugsa með okkur, býtu, á hvaða leið erum við? Erum við aftur að fara að búa til skýjaborgir? Svarið er nei, við ætlum ekki að fara að búa til skýjaborgir, við heldur líta á það hvað möguleika við höfum. Og auðvitað er hægt að setja fram svona hagfræðilegar upplýsingar og kenningar og allt það, en það þarf líka að ræða það hvernig þetta er í hinu mannlega samhengi. Hvernig þetta passar inn hjá okkur á Íslandi, hvernig við ætlum að hlúa að því að hafa hér byggð landið, blómlega byggð. En það er einmitt það sem samráðsvettvangurinn gerir, hann ræðir þetta út frá ýmsum hliðum, þannig að það koma önnur sjónarmið inn í þetta. En það er sem sagt almenn sátt í samráðsvettvangnum þessi grunnmarkmið verkefnisins. Það er það að það eru tækifæri til aukinnar hagsældar á Íslandi, það eru tækifæri í innlenda geiranum, innlenda þjónustugeiranum. Það eru ákveðin tækifæri í auðlindageiranum, það er að segja að fá meira út úr nýtingu auðlinda okkar. Það eru ákveðin tækifæri í alþjóðlega geiranum, með alþjóðlega geiranum er átt við sem sagt fyrirtæki sem ekki eru endilega náttúruauðlindum á Íslandi, heldur geta starfa hvar sem er. Við getum gert betur að reyna að laða til okkar fyrirtæki þar. Og það eru tækifæri í opinbera geiranum. En það er svo merkilegt, það er svo auðvelt að tala opinbera geiran. Það er svo auðvelt að tala það að já, nú á að skera niður hjá nú opinbera, nú á að hagræða hjá nú opinbera, það er nauðsynlegt, en það er áskorun að tala innlenda geiran. Það er líka offjárfesting í innlenda geiranum sem að við þurfum að hugsa hvernig við getum unnið á. Því að þegar allt kemur til alls, þá er það við neytendur sem að borgum fyrir þessu offjárfestingu. Þannig að það er svona áskorun að tala þetta og sumt er mjög auðvelt að tala og annað er bara mjög erfitt að tala En það voru sett svona efnahagsleg markmið í byrjun. Hvað er það sem við getum stemt að árið 2030? Ekki bara 2015 eða 16, við erum ekki að hugsa kjörtímabil og kosningar. Við erum að hefja okkur upp fyrir það og líta öll fram á við. Að því okkur getum greint á leiðirnar, en ef við erum svona nokkurn veginn sammála markmiðið, þá er þetta aðeins auðveldara. Og það voru sett svona raunhæfi metnaðarfull markmið og svo er þetta tölur. Það má deilum það, já, er þetta mikið, er þetta lítið. Það var litið til Svíþjóð, það var litið til Kanada, það var litið til ákveðina landa og þróunar og sagt, já, meðal hagvöxtur gæti þá numið þessu 3,5% á ári. Skuldahlutfall opinbera yrði komið niður fyrir 60% af landsframleiðslu og stöðugleiki náðist í verðlagi og meðal verðbólga 2,5%. Og ég myndi eiginlega geta eitt meiri tími að fara í gegnum það hversu raunhæft þetta en þetta er eitthvað sem getur alveg átt sér stað. Það er að segja, það er hægt að setja sér svona markmið en auðvitað verður maður að horfast í augu við það að það getur alltaf breyst. Þessi stöðugleiki hefur verið mjög til umræðu og það er það sem er auðvitað það er svona lykilatriði í þessari vinnu og ég ætla að koma betur inn á það. En það sem var svona sett og auðvitað getur það verið, þú veist, þetta er bara kannski svona söluglæra hérna, hvar ætlum við að vera árið 2030? Ætlum við að bara vera það sem að spárnar eru, þessi bláa lína, þú veist, svona spárnar segja við séum í 15. sæti, ef að við gerum ekki eins svona vel og förum aðeins niður í svona stöðnun, þá erum við mjög neðarlega á listanum sem rauða lína,
en ef við ætlum að vinna þessum markmiðum þá erum við þarna í 4. sæti og auðvitað, þú veist, þetta bara svona að segja, já, eigum við ekki bara að horfa á samhengi hlutana, eigum við ekki að horfa á það hvar við erum meðal þjóða og setja okkur það markmið að við ætlum allavega ekki að vera þarna í neðstu sætunum. Það sem var í vinnunni, það var það að það var gert það sama og í McKinsey skýrslunni, það var farið í þessa 4 geira sem ég sýndi ykkur áðan, það var þarna innlenda geirin og opinberi geirin, alþjóðageirin og auðlindageirin. En snemma í vinnunni var ljóst að við yrðum að setja okkur einhver svona ramma svona þjóðhagsleg markmið, þar að segja við þyrftum að vita svona eitthvað hvert við værum að fara. Og þá voru tekið til umræðu og þið þurfum bara að horfa á þessa bláu kassa, ríkisfjármál, peningamál, áhættustýring, kerfislæg og vinnumarkaður. Þetta var það sem var tekið til skoðunar í þjóðhagslegu umhverfi og í rauninni þetta þá lykil myndin af því að fjallum þetta samspil peningamálastjórn, fjármálastjórn og vinnumarkað og það sem hefur verið rætt það að það eru aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld sem þurfa að leggja sig mjög fram, það þarf að tryggja stöðuleika, það þurfa allir að halda í sér eitthvað til þess að tryggja hana stöðuleika og við almenningur í landinu eigum ekki að sætta okkur við það að verðbólgan rjúki svona upp og þá að vera forsíðufrétt ef að þetta fer úr böndunum. Við erum dálítið sljóka hvort þessu, það að vísu umræðan undanfari hefur svona aðeins glæðst hvað þetta varðar. Og þetta þýðir líka það að það verða allir að stíga aðeins út fyrir sinn þægindarhring og tala saman. Og út af það ganga þetta kjarasamningsviðræður að mörgu leyti og það er það sem aðilar vinnumarkaðarins hafa verið að gera, að endurskoða verklag við gerð kjarasamninga. Og þetta er þetta samspil sem svo ofboðslega mikilvægt og það sem hefur verið rætt í samráðsvettvangnum. Og það getur líka verið mjög auðvelt að sitja og tala og vera mjög sammála þetta og það svolítið erfitt þegar svona raunveruleikin knýr dyra að standa við þetta. En þetta tekst ef við erum sammála þetta og ég nefni ykkur bara dæmi, ef við erum að tala fjármálins opinbera, sem nú alltaf svo auðvelt að tala en erfitt kannski að svona ná sínum markmiðum þegar til kastana kemur, að það rosaleg freisting fyrir stjórnvöld á hverjum tíma að fara yfir fram úr fjárlögum og hugsa ykkur það að það svona undanfarið 10 ár svona 10% framúrkeyrsla og það bara gengur ekki. Við getum ekki rekið Ísland þannig og hér eiga allir hlutamáli, hér geta allir gert betur, hvort sem að það stjórn eða stjórnarandstaða sem áður var stjórnarandstöðustjórn. En þetta krefst svona þess að það sé bara almennt samþykkt að þetta vinnulag gangi ekki upp. Vegna þess að þegar það ofboðsleg pressa að redda hlutunum með auka fjárveitingu, þá dálítið mikilvægt að það sé bara breið pólitísk samstaða að segja nei, það bara því miður ekki hægt. Þannig að þetta mjög spennandi og mjög áhugavert að sjá hvernig þetta gengur. Það hefur verið lagt fram frumvarp af hálfu fjármálaráðherra fjármálins opinbera sem var unnið þá í tíð fyrir ríkisstjórnar en núverandi ríkisstjórn tekur við og leggur fram og sem gefur manni aukna von það sé hægt að ná einhverju sátt ákveðin atriði. Og við þurfum að styðja stjórnmálamenn okkar í að sættast ákveðin atriði. Viljum við að þeir rífist alla skapaða hluti? Erum við ekki alveg bara sátt við það að þeir séu sammála ákveðna hluti sem okkur til góðs? Ætlum við nokkuð að skamma þá þegar þeir koma heim í kjördæmið og segja bara, heyrðu, þú varst sammála þessum ekki allt í lagi? Nei, ég segi svona. Það sem síðan var gert og ég reyna að segja þetta svona aðeins á svona hraðferði, mér fannst bara, þetta svo gaman, svo skemmtilegt, það svo mikið efni sem ég geti sagt ykkur frá. En ég ætlaði bara að segja ykkur svona hvernig þetta Við tölum þjóðhagsramma, hvað verið hægt að gera til þess að auka aga í ríkisfjármálunum, auka aga í peningamálunum, breyta vinnubröðum hjá vinnumarkaðnum og þið spyrir, já, ok, býtu, hvað með krónuna, hvað með gjaldmiðilinn, hvað með ESB? Þetta ræddum við ekki. Við ákváðum, og það var niðurstaða verkefnisstjórnar að segja, það ákveðnir hlutir sem þurfa að vera í lagi áður en við getum fara að tala það að skipta gjaldmiðil. Það þarf ákveðið bara við þurfum að koma bara að skikja okkar mál. Þannig að það það sem við sættumst á að gera
leið og við förum að tala gjaldmiðil í svona hópi, þá bara getum við pakka saman og farið heim. Það alveg örugt að við getum aldrei orðið sammála það, en ef við erum sammála það að þau eru ákveðna forsendur að liggja fyrir, þá skulum við ræða þessar forsendur og reyna að ná þeim markmiðum. Jæja, sem sagt, síðan voru ræddar lagða fram þessar hagvaxtartillögur í þessum 4 geirum sem ég er búin að nefna. Og það sem að gerast núna það að þessar tillögur eru allar til umræðu í samráðsvettvangnum. En merkilegt nokk, það eru mjög margar sem eru í rauninni samt komnar til framkvæmd eða verið að vinna hjá hinu opinbera og líka hjá aðilum vinnumarkaðarins. En það ekki vegna þess að samráðsvettvangurinn var svona ofboðslega gáfaður og fann upp hjólið. Nei, þvert á móti, það var vegna þess að verkefnisstjórn fyrir samráðsvettvanginn tók saman alla þá góðu vinnu sem í gangi, dró upplýsingar úr skýrslum sem eru þegar til og bjóð til þá þennan tillögupakka með góðum hugmyndum sem þegar var verið að vinna en setti það bara í ákveðið samhengi. Þannig að ef við förum aðeins yfir innlenda þjónustugeirann, hvað viðfangsefni eru þar og hvaða áskoranir, að þá eru viðfangsefnin að í rauninni bara fjalla hennar geira og athuga hvað það sem við getum gert til að auka þar framleiðni. Það sem að voru viðfangsefnin eru greiða fyrir aukinni innlendri samkeppni, opna innlenda markaði ríkari mæli og nýta stærðar hagræði það sem hægt er. Í auðlindageiranum þá það þannig að það eru sumar greinar sem standa sig mjög vel og í rauninni bara þar framleiðni góð og það eru svona arðbær, þá er það spurningin, ef að framleiðni góð og við stöndum okkur vel, getum við þá gert betur? Jú, það alltaf hægt að gera betur. Síðan eru aðra greinar þar sem við getum gert betur, þar sem bara framleiðni ekki nægilega góð, byggð á því bara við miðum okkur við önnur lönd, að þá getum við gert betur. Og það fjallað ferðaþjónustu, orku, sjávarútveg og landbúnað og það var einmitt fundur núna á miðvikudaginn var, þar sem að við ræddum akkurat þessi mál. Nú síðan það alþjóðageirinn sem mjög spennandi að fjalla það, hvernig gerum við Ísland svona attraktíft fyrir alþjóðleg fyrirtæki að staðsetja sig hér. Með vinnuafl, með menntað starfsfólk og bara starfsumhverfi. Og það mjög spennandi og við fjöllum þann þátt í janúar, þar ætlum við að ræða þennan þátt alþjóðageirann. Síðan það opinbera þjónusta sem svo auðvelt að tala en erfitt að framkvæma. Við tókum fyrsta fundin í það og ræddum það hvernig væri hægt að þessa tillögur það hvernig væri hægt að auka framleiðni í opinbera geiranum og þar þurfa stjórnmálamennirnir okkar mikið stuðning til að framkvæma réttu ákvarðanir. Það ekki alla tillögur sem eru alltaf góðar en ég held að við verðum núna að gefa okkur tækifæri til þess að fjalla það sem viti. Vegna svo suma tillögur sem voru lagðar fram fyrir í tíð þar ríkisstjórnar sem var á undan þessari sem nú eða þar á undan. Það eru svona gegnumgangandi tillögur sem hafa verið svona aftur og aftur til umræðu en einhvern aldrei hlotið hljómgrunn vegna þess að það bara svo erfitt að framkvæma þær. En ég held bara að við verðum að horfa á svona hlutina í dálítið víðara samhengi og horfa líka á það hvernig getum við búið líka til bara betri opinberan geira með því að hagræða og stækka einingarnar. Nú tímalínan svona, við vorum í fyrsta áfanga í undirbúning og efnisvinnu í byrjun ársins, svo var þessi tillögur sem ég að tala voru mótaðar og nú erum við í þriðja áfanga, við erum að ræða þessar tillögur, við erum búin að halda núna alls 6 fundi, þar af 3 fundir sem við erum búin að ræða þessa geira, við tökum svona 1 fund í hvert geira og svo þurfum við að ræða það hvað kemur út úr þessu. En ég hef alltaf sagt, þá ekki að koma út úr þessu ný skýrsla. Við höfum bara ekkert við nýja skýrslu að gera. Við þurfum að finna leið til að styðja við góðar hugmyndir á einhvern annan hátt og það okkar verkefni að fjalla það. Við horfum á þetta í heildina sem heilan hring að við getum orðið sammála ákveðna hluti og það vel hægt og ég hef tröll að trúa því og ég ætla að sýna ykkur hvað bara ofboðslega gaman hjá okkur. Það voru lagðar fram tillögur og þetta voru sett upp í plaggöt og það voru umræður og atkvæðagreiðsla og ýmislegt
umræður og ég náttúrulega hrein tilviljun að ég sýni mynd með forsætisráðherra hér í miðjunni, en það til þess að leggja áherslu á það að það forsætisráðherra sem á þetta verkefni, það verður náttúrulega einhver að eiga verkefnið og það vistað í forsætisráðuneytinu hjá forsætisráðherra. Þannig að ég ætla ekki að hafa þessu orð lengri, gæti sagt ykkur meira frá þessu, en ég vona að þið hafi allavega fengið innsýn inn í þetta verkefni sem ég þykir alveg óskaplega vænt og hef alveg óskaplega mikla trú á. Þakka ykkur fyrir.